Þakka fyrir það, Svansif heita. Og velkomin á Svartárbakka. Nú, það sem ég ætla að bjóða upp á í dag er í veitt á hálendinu er bæverskur súkkulaðibjór, danskar smörrebrauðsnittur og brauðtertu. Það sem við þurfum eru flatkökur frá kökugerð HP á Selfossi. Við þurfum kraftbrauð frá Breiðholtsbakaríi. Við erum með Búrfells taðrekt hangiálegg, ítalskt salami, ost, smjör og þetta er allt fengið að sjálfsögðu í samkaupum á Laugavatni. Nú, þá er ekki til setunar boðið. Við mundum smjörið. Hér erum við þar til gerða hníf. Við skólum að honum. Og já, svo setjum við þetta bara inn í ofn í 5-10 mínútur. Og hola. No, man, you cannot be cutting off my head, you know. It's not like this. Já, sæl og velkomin aftur og vist tæknilegar öðruleikar en eins og áhorfendur heima í stofu réttilega benti á þá erum við ekki með ofn hér. En þess í stað þá erum við með, hef ég búið til þessa brauðtertu með smjöri, osti og hún er ekkert síðri köld. Nú, einnig erum við hér með smörrebrauð, flatkökur með hangikjöti, danskt eðal smörrebrauð. Nú, þá er komið að því að blanda hér, að brugga bjórinn. Nú, ég hef látið þetta vatn eimast í 36 daga hér við bakkan. Við komum með það hérna fyrr í vor. Oh. Very good, yes. You shut up. You're cutting off my head. Nú, svo erum við bara með hérna súkkulaði bjórpróteinduftið. Það verðum að hífa á þessu. Við setjum bara 2 skeiðar í. 1 og 2. Nú svo göngum við bara frá þessu. Við skellum hér eimlokinu á. Það er eimhlíf í þessu. Ekki eimreið. Nei, bara eimhlíf. Nú svo fáum við gerjununa með því að hrista. Og við hristum. Og við hristum. Það er svona að hrista í svona 10-12 sekúndur. Passa þess að hrista ekki of mikið. Og það er partí. Skål. Maður er bara að byrja að finna á sig strax. Þar til næst bið ég að heilsa frá Svartárbökkum á Kili. Og í næsta þætti þá munum við væntanlega vera með kjúklingasúpu heita eða jafnvel tómatsúpu með pulsum. Verð svo góð. You shut up. No, you're not my friend anymore. I will kick you. You were always touching me last night. Why are you doing this to me? No. You shut up. Smörrebrauð.